Velkomin í Biblíuna mannamáli, hlaðvarp fyrir lífið. Við erum í postulasögunni að skoða hverju greint frá þar og nú hvítasunhelgin rétti liðin og þar var heilugum anda úthellt og kirkjan, mín kristna kirkja í Jerúsalem í veröldinni að taka sín fyrstu skref. Pétur hafði verið mjög hræddur og afneitaði Jesú, kannaðist ekki við hann þegar þeir handtók hann og var svo hræddur að hann sagðist bara ekki þekkja þennan mann, 3 sinnum, sagði nei, ég kannast ekki þetta en ég hef aldrei verið með honum. En eftir að heilugum anda var úthellt og kraftur Guðs kominn í lífið þeirra, að þá breytist allt. Pétur fekk alveg nýjan kjark og öll kirkjan. Og nú erum við að koma í 3. og 4. kafla og ég ætla að greina frá því hvað þar gerist, því að nú allt að fara af stað. Það alveg nýtt líf framundan, ekki bara fyrir þennan hóp lærisveina í Jerúsalem. Þetta átti eftir að umturna Jerúsalem, öll Ísrael og veröldinni. Það var bara ekkert annað og þessi boðskapur sem þarna fór af stað með þessum krafti, hann náði að lokum jafnvel hingað til Íslands og við fengið að njóta góðs af honum líka hér. Nú, 3. kafli og 4. Förum aðeins yfir það sem þar að gerast. Klukkan 3 síðdegis, það bænastund hjá gyðingum í musturinu og samkunduhúsum landið allt. Pétur og Jóhannes postular, þeir halda til musterisins til að taka þátt í þessari bænastund, þessari hebresku gyðinglegu bænaþjónustu. Þeir voru enn gyðingar, þeir höfðu bara fundið sér Messías. Og þegar þeir nálgast hina helgu byggingu, þá mæta þeir þar fötluðu manni sem hafði ekki getað gengið frá fæðingu. Það bendir til þess, það þó ekki sagt að þarna hafi kannski eitthvað gerst við fæðinguna sjálfa, allavega hann lamaðist og var lamaður og gat ekki gengið. Og hann var komin þarna á þessu tímabili yfir fertugt, segir postularsögun okkur. Munið það Lúkas læknir sem skráir þetta niður fyrir okkur og verölduna til þess að vita hvað var í gangi. Og á hverjum degi þá situr þessi maður, þessi fatlaði betlari við musturhlið og betlar fyrir sínu viðurværi. Hann gat ekki unnið, svo hann þurfti og var undir öðrum komið það að fá það sem hann þurfti til þess að lifa og borða á, segði hungur sitt og svo framvegis. Hann sat við hlið sem heitir Fagrahlið, það var kallað Fagrahlið. Það ekki ólíklegt og því hefur verið haldið fram að þetta hefur verið eitt af hliðunum sem leiddi inn í kvennagarðinni. Þessu var allir skipt upp í karl og konur þarna á þessum tíma og það hefur verið faglega skreytt, mjög skrautlegt, glæsilegt. Það var þakið silfri og gulli og stórfenglugum svona bronsklæðningum sem fengnu voru frá Korintu og þetta var hliðið sem var kallað Fagrahlið. Og þeir að ganga þarna inn þegar Pétur og Jóhannes að fara inn í musturið, biðurinn fatlaði maður þá peninga, hann sem bara betla. Pétur og Jóhannes geta nú ekki orðið við þeirri beiðni hans, því þeir voru bara blankir og Pétur sagði það reyðlega, þeir eiga ekkert gull og ekkert silfur, en þeir hafa svolítið annað sem að þeir séu jafnvel enn betra og sem eru tilbúinir að gefa honum og það að lækna hann í nafni Jesú Krist. Þarna fáum við að kynnast, svona fáum við sýnisorn af þeim lækningar mætti sem hafði komið núna yfir kirkjuna og sem áframhald af þjónustu Jesú og starfið hans, predikun orðsins, fagnaðarins með krafti, táknum og undrum fylgdi allir í kirkjunni. Svo þeir læknan, þeir taka í hönd hans og Lúkas, hann
lýsir svolítið hvernig styrkurinn kom í öklarnas, hann er greinilega læknir, hann ekki bara, stökk bara á fætur, hann lýsir svolítið eins og læknir var að segja hvað var í gangi. Maðurinn náttúrulega var alveg yfir sig undrandi og glaður og hann stekkur á fætur og hann hleypur ekki burtu. Nei, hann fylgir náttúrulega þessum postulum tveimur inn í musterisgarðana, þessum mönnum sem höfðu reist hann upp úr lömun sinni og nú með stálslegna nýjar fætur, fótleggi, þá gat hann ekki að hætta að hlaupum og stökkva upp og niður og lofa Guð. Fólkið þekkir náttúrulega mannin, for allir sem það sáu tilheyrðu, þeir þekkja mannin og þegar það sér hann ganga og starir það á hann undrandi, hvað er í gangið? En það fylltist leið aðdáun og furðu og nú safnaðist stór hópur saman. Hvað er í gangi? Það er eitthvað að vera, einhvað hefur gerst. Það hefðu allir sér að mann sitja við við hliðið, við fara hliðið og nú komuðu öll inn í súlnagöngin og þar sem maðurinn stendur ásamt með Pétri og Jóhannesi postulum. Og þetta var svo mikið samansafna fólki allt í einu að Pétur gat ekki annað en nýtt sér það tækifæri og byrjar að predika og hann fer að tala Jesú og bendir fólkinu á að það var í nafni þessa Jesú Krist sem maðurinn læknaðist og þessi Jesú, segir hann er Messías sem lofað hafði verið. Nokkur af prestunum og musterisvörðunum og best að taka það fram að þegar Pétur að tala þarna að hann vísar alltaf í Gamla testamenti, þar að segja í hebresku biblíuna, biblíu hebreana, biblíu gyðingana, hann þekkti hana vel, þeir þekktu ungi gyðingar eða börn og unglingar voru alin upp við það að læra Tóra, læra biblíuna og Pétur nýti sér það og vísar til þess hvers lofa hefði verið þar og nú sé hann kominn, þessi Messías, þessi Kristur. Þarna voru auðvitað, hvað annað, nokkur af prestunum og musterisvörðunum líka og saddúgear sem voru hluti af æðsta ráðinu og stýrihópnum yfir Ísrael. Þeir heyra Pétur og Jóhannes boða Jesú og upprissu hans, að Jesús hafi risið frá dauðum. Saddúgearnir, þeir trúðu ekki á upprissu. Þeir höfnuðu eiginlega algjörlega trúnni á upprissu dauðra og upprissu í framtíðinni, upprissu lífsins, þessu bókstaflegri. Þeir voru mjög ósáttir við þennan boðskap postulanna tveggja og þeir ákveðu að handtaka postulanna Pétur og Jóhannes. Og þeir sem sagt ásamt með saddúgearnir, ásamt með prestunum og foringi varðana, þau kasta þeim í fangelsi yfir nóttina. En hann var búinn að predika. Mörg þeirra sem heyrðu þá predika snúast nú til trúar á Jesú Krist, samfærðust það að það sem að orðið þeirra í Tóra og spámönnunum í Gamla testamentinu hefði sagtu fyrir væri nú að gerast. Og það er áætlað að þarna á þessum tímapunkti hafi kirkjan munið hvernig það var, þeir voru bara 120 upp í loftstofunni þegar heilum anda var úttelt, eftir bara fyrsta daginn, hvítasunnudag, þá voru orðnið 3000, yfir 3000 og þetta er áætlað að þarna séu komnir, með öllum karlar, konur, börn, jafnvel upp undir 10.000 manns. Orðið stór hópur og öflugur. Þeir sitja í fangelsi við nóttina og daginn eftir eru Pétur og Jóhannes leiddir fyrir æðsta ráðið eða Sanhedrinnið til yfirheyrslu. Þetta æðsta ráð var öldungaráð og var raunverulega hæstiréttur gyðingaþjóðarinnar. Það samanstóð af 70 meðlimum ásamt með æðsta prestinum, hann var alltaf og hann stjórnaði fundunum. Þetta var svona bæði trúarlegt og pólitískt valdakerfi og flestir meðlimi þeirra, ekki allir, en flestir tilheyrðu einmitt saddúgeum, þeirra flokki. Annas, þarna var fyrrverandi æðstiprestur Annas að nafni viðstaddur. Tengdasonur Annasar
var Kæfas, sem þá einmitt á þeirri stundu var í embætti æðstaprestins. Þið kannist við þetta nafn örugglega, Kæfas. Hann var tengdur svona annars sem hafði verið æðstaprestur áður. Og nú kallar ráðið eftir því og krefst þess að Pétur og Jóhannes segi með hvaða krafti og í hvers nafni þeir hafi framkvæmt þetta kraftaverk á lamaða manninum. Og fylltir heilugum anda og svona inspireraðir af heilugum anda þá boða Pétur og Jóhannes af djörfung. Þeir voru ekki hættir, þessi tveir. Nei, það var ekki hægt að stoppa á með að henda þeim í fangelsi eina nótt. Og af djörfung lýsa því yfir að Jesús frá Nasaret sé Kristurinn smurði, sé Messias og að kraftur hans hafi læknað lamaða manninn, ekki þeirra kraftur heldur Jesú kraftur. Pétur notar tækifærið og potar aðeins í ráðið og bendir þeim á að það þeir sem hefðu krossfest Jesú og bætir við en Guð hefur reist hann upp frá dauðum. Þetta sem lykillinn og kjarninn í öllu því sem var að gerast. Hann var Messias, hann var mættur, hann var kominn, en þið tóku ekki á móti honum, þið krossfestuð hann. En það gerði því vanvisku ykkar, auður sagt á öðrum stað. En hér lykillinn. Þeir bættu við Guð hefur reist hann frá dauðum og með því hefur hann staðfest hver hann er. Það var staðfestingin á því að Jesús var Kristurinn smurði. Hugrekkið sem að Pétur og Jóhannes sýna þarna vekur mikla furðu meðal allra meðlimar ráðsins og þeir átta sig á því bara eftir hvernig þeir tala þessi tveir hafa verið með Jesú, það var greinlegt. Þetta voru ólærðir menn, þetta voru einfaldir menn án nokkra formlegra trúarlegra menntunar en samt töluðu þeir þarna með sama valdi og Jesús var þekktur fyrir. Jesús kenndi með djörfung. Jesús hefði heldur enga eftir sem besti vita formlega trúarlega menntun í stofnunum gyðinga. En þessi hópur allur talaði af þessari djörfung. Og þar sem lamaði maðurinn sem hafi læknast stendur nú bara styrkum fótum mitt á meðal þeirra, þá geta þeir auðvitað ekki afneita kraftaverkinu. Það vissu allir þennan lamaða mann. Það var augljóst að hann eitthvað hafi gerst. Þess vegna senda þeim nú Pétur og Jónas út úr salnum, ráðssalnum og ræða sín á milli. Meðlimir ráðsins óttast nefnilega að ef þeir stöðva ekki postulina frá því að tala í nafni Jesú muni hreyfingin bara breiðast út. Og þeir voru ekki mjög hrifnir af þessari hreyfingu. En þeir geta ekki gert lítið úr kraftaverkinu. Það er ekki hægt. Og þeir ákveða þeir að banna Pétri og Jóhannesi að tala í nafni Jesú. Þeir banna þeim það. Þeir kalla apóstolinn aftur inn í salinn og gefa þeim skipun sína. Og hverju svöruðu Pétur og Jóhannes? Og þá þeir segja einfaldlega hvað þessa leið. Þetta í 4. kafla 19-20. Já, hvort það rétt framfyrir Guði að hlýða ykkur eða honum? Dæminu sjálfur. Hvað segið þið? Eigum að hlýða Guði frekar en mönnum eða mönnum frekar en Guði? Við getum ekkert annað en talað það sem við höfum séð og heyrt, segja þér svo. Hvað eigum við að segja annað? Við höfum séð, við höfum heyrt, við höfum þreifað á, við erum vottar að öllu þessu. Við getum ekki þagnað. Við getum ekki annað en sagt frá. Æðstaráðið hóta apóstolunum ennþá frekar, en sleppir þeir samt að lokum vegna þess að allir meðlimir þess vissu að þeir gátu ekki refsa þeim án þess þá að fá allan hóp fólksins, fjöldan upp á móti sér. Það bara uppþótt þegar fólki stóð með þeim. Fólkið elskaði þetta. Fólkið elskaði Guð fyrir að lækna sjúka. Elskaði Guð fyrir þann kraft og það líf sem hann var að gefa. Eðlilega, hver þiggur ekki kraft og líf Guðs? Já, nema þeir sem kannski óttast að missa völd sín eða áhrif sín, ítök sín, vegna þess að Guð mættur á svæðið. Þegar þeir voru látnir lausir þá segja Pétur og Jóhannes náttúrulega kirkjunni í Jerúsalem frá öllu sem gerðist
og söfnuðurinn þakkar Guð og lofar hann og biður Guð að gefa postulunum áframhaldandi djörfung þannig að þeir geti veitt og veita þeim kraft til þess að þeir geti haldið áfram að boða og séð kraftaverkin gerast í nafni Guðs. Og þar sem þau eru þetta í bæninni fram fyrir Guði og Guð heyrir og hann talar og það er samfélag, það er náið samfélag við hásæti himinsins, þá hrærir eða snertir heilagur andi enn við þeim öllum og það kröftulega og hann fyllti allt húsið og þeir lýsaði þannig að eins og undurstöður húsins grunnurinn hafði bara reykja á reiðiskjálfi og andinn fyllir postulina ferskan hátt og nýjan og þeir finna endurnæringuna og finna kraftin. Þeir eru þú segir fangelsin hvað með það? Þetta er lífið. Þetta er lífið. Þetta er nærvera Guðs, þetta er kraftur Guðs. Þeir með að gera hvað sem er við okkur. Við látum ekki af þessu, við getum ekki hætt. Svo þeir halda áfram að predika Jesú Krist í djörfung þrátt fyrir þessa skipun aðstæðarásins. Þetta, elsku vinir, er fæðing kirkjunnar. Þarna er allt farið af stað. Sjáu þið hvað tekur við. Við vitum ævi Jesú nokkuð vel þar að segja úr Guðspjöllunum hvað hann gerði og hvað hann stóð fyrir. Við vitum það að hann var góður. Við vitum að hann læknaði. Við vitum að hann predikaði af djörfung og hann hafði eitthvað vald sem að var alveg nýtt fyrir fólki. Núna hafði það sama gert fyrir alla postuluna og alla kirkjuna. Þetta var komið yfir þau líka. Vá, þetta er það sem breytti heiminum. Guð að vinna í gegnum Jesú og síðan sitt fólk allan heim. Þetta er áhrif hvítasunnunar. Þetta er áhrif þess að heilum andi úttelt í hjörtu fólksins og líf Guðs fær að flæða í gegn. Þetta er ekki verk fólksins. Og það aftur að koma í ljós, við skulum sjá það. Vegna þess að Pétur lagði á það áherslu. Þetta er ekki við. Við gerum þetta ekki eigin mætti. Hann predikaði það aftur. Þetta er í nafni Jesú. Við höfum ekki þetta vald nema því að Guð hefur úttelt af anda sínum í okkar líf. Þetta er það sem að veitti kirkjunni framgang. Fyrstu 1, 2, 300 árin þá umturnaði þetta heiminum. Þetta var kraftur Guðs. Þannig að þeir halda áfram, lærisveinarnir 12 ásamt með öðrum, bera vitni uppreisn Krists með þessum mikla krafti. Kirkjan í Jerúsalem er nú sameinuð í hjarta og sál og ekki bara það, þeir áttu allt sameiginlegt. Munið að þetta var sérstökum tíma þar sem margir voru mjög fátækir, áttu lítið og þessi hópur fólks var hópur af þessu, af almenningi, þetta var ekki hámentað, það var inn á milli að sjálfsögðu kom fólk sem tók trú sem var mentað og hafði lært og átti kannski einhverja pening og sjáum að þetta er restina, hvernig það virkar. En mörg þeirra áttu lítið sem ekkert. Svo þau deila öllu með öllum. Þau koma með þetta bara við fætur postulana og segja hér er okkar, hér er mitt og síðan var þessu deilt út þannig að allir fengu sitt, þar segja fengu að borða, allir nutuðis húsnæðis og klæða og engan skorti neitt. Þetta var kirkjan í byrjun. Þeir deildu, þeir áttu þetta sameila. Það segir engin leið nokkuð skort. Af og til voru það þeir sem voru efnameiri, þá seldu þeir jafnvel land sitt og eigur og komið peningana inn í hópinn og því var bara dreift á meðal þeirra sem voru í þörf. Eitt slíkur maður, og ég ætla að enda með þessu hér, eitt slíkur maður sem átti eignir var Jósef nokkur. Hann var leviti af levitaættinni, prestaættinni frá eyjunni Kýpur. Jósef selur sjálfviljugur land sitt og færi postulunum andvirðið. Jósef var góður maður, fullur af heilugum anda og krafti trúarinnar. Hann var líka maður svona sjaldgæfra gæða.
Hann var þekktur fyrir að efla og viðhalda hlýjum og uppbyggilegum mannlegum samskiptum. Hann byggði brýr milli manna sem sagt. Og hann hafði talsverð fjárhagsleg umráð og landáttan og hann selur og kemur með það. Hann var líka uppörvandi maður, takk ég eftir þessu. Hann var svo uppörvandi að postularnir gáfu hann nýtt nafn, gáfu hann nafni Barnabas. Barnabas á eftir að koma við sögu áframhaldandi. En Barnabas merkir huggunarsveinn eða sonur hvatningarinnar. Hann var sem sagt sonur hvatningar. Þannig að Jósef Leviti verður Barnabas. Og þannig lýkur umverulega þessum 3. og 4. kafla. Við ætlum að klára það hér, svo höldum við áfram næst. Kirkjan er farin af stað, hlutirnir eru farin að gerast. Þetta eru spennandi tímar. Ég get lofa okkur því. Og þið heyrðu á þessu með postulinn og aðra. Fyrir kirkjunni þarna var þetta náttúrulega bara, þetta er svo spennandi. Það var nýtt líf komið og þjóðin öll í Ísrael fann það og skynjaði það. Og þetta áttur að breiðast eins og Jesú bæði út fyrir Jerúsalem, út fyrir Ísrael og alla heimsbyggðina. Við skulum enda þetta, kæru vinir, með því að biðja sama Faðir vor fyrir þau ykkar sem viljið og getið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldinautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.